Komiði sæl, þetta þáttur frumkvöðlar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld Dominik Pletel Jónsson. Já. Ertu velkomin. Takk, kærlega. Við segjum við nú allt þinn bakgrunn, Dominik. Hann orðinn svolítið fjölbreytilegur, minn bakgrunnur. Ég sem sagt fædd í París og fer í nám í landafræði. Reyndar í Fraklandi og næ alveg alla leið og kem til Íslands í því sambandi til að gera fyrst mastersritgerð og svo doktorsritgerð eða PhD, má kannski segja frekar. Já, hvað árið það? Það langt síðan orðið. Fyrsta skipti sem ég kem hingað, þá þetta 69, þá vorum við 10 landfræðingar frá Nanterre í París. Já. Og kem svo aftur árið seinna, sumar 70 og þá fer ég af stað með doktorsritgerðina og til þess að gera það þá þarf maður að dvelja aðeins lengur á staðnum fyrir svona master og til þess þarf maður að finna svona smá vinnu og sú smá vinna var að 28 ára vinnu á Íslandi og víða og vegna þess að ég var ráðin í franska sendiráðinu í Vestmannadeildinni og fór héðan 84 til Danmerkur þessi flutningsskylda diplomata og þaðan til Noregs og kem svo bara hingað aftur þetta var svolítið mikil röð af alls konar tilviljunum en ég trúi ekki á tilviljum þetta var eiginlega bara örlögin mín held ég en svo hitti ég manninn minn á leiðinni og við giftumst hér og eigum 2 börn svo ég vissi nokkuð veginn að framtíðin mín væri hér á landi. Já. Hann íslenskur? Hann íslenskur, já, hann íslenskur. En má ég spyrja, hvað fjallaði doktorsritgerðin? Hún fjallaði það hvernig hægt að þjónusta á öllum sviðum land sem var svo strjábýlt eins og Ísland. Að sjá hvernig stjórnsýsla fungeraði, sjá hvernig einfaldlega matvæladreifingin fungeraði, hvernig samgöngur voru og hvað menningarlífið líka hvernig þetta dreifðist af því að það var jafnvel á þessum árum það var mjög sterkur svona menningarkjarni kringum sinfóníuna, kringum leikhús og svo framvegis sem í rauninni var ekkert í neinum tengslum við stærð landsins og þetta hélt alveg landsbyggðina í rauninni ekki bara í byggð en alveg í lífi og það var mjög spennandi að sjá og taka í sundur alveg öll stigin í þessu. Þetta hefur gjörbreyst að sjálfsögðu. Já, en var eitthvað sérstakt sem kom þér á óvart hver var niðurstaðan í doktorsritgerðinni? Það sem kom mér kannski mest á óvart það er hversu sterk einmitt 200 manna þorp gátu verið út á landi og hversu samfélagið var einmitt svona sterk og þú veist í sínu eðli stolt að vera til og bara full þáttakandi í öllu því sem gerðist á landinu. Það var ekki eins og í dag að það er svona Reykjavík sem með algjörlega yfirvigt miðað við landsbyggðina og nú þetta snúið í eins konar baráttu. Það var það ekkert. Það var greinilegt að landsbyggðin var að koma með sitt á vogarskalan í hvernig landið það heila fungerar. Og það var mjög athyglisvert vegna þess að þetta var nú sjaldgæft. Og hitt sem kom mér á óvart líka það er sem ég endaði það er hversu mikið hversu stutt frekar var frá
hérna bændarsamfélagi yfir í tölvusamfélagi. Tölvusamfélagi var að fara af stað. Já. Og það var nokkur ár í staðinn fyrir svona 1, 2, 1,5 öld. Já, og hvernig áhrifin af þessu voru. Þetta fannst mér mjög merkilegt. Já, gaman að því. Já. En hvernig kviknaði hugmyndina í sambandi við Vínskólann? Það var vín og vínmenning hefur alltaf verið svona áhugamál hjá mér alveg frá því, bara svona í gegnum sendiráði held ég fékk tækifæri líka til að þróa það og svona svoleiðis að ég var til dæmis að skipuleggja mikið af frönskum víkum með bæði byrja á Loftleiðum þá og Holtinu. Já. Og ég vildi fara að vinna með vínislusa. Þegar ég hætti sendiráðinu þá fer ég fyrst inn í á ferðaskrifstofu. Já. Og svo ferðaskrifstofa fók svolítið lótsaralega. Já. Og ég fór þaðan yfir í fyrirtæki sem var að flytja inn vín og sem voru mjög góðir vinir minnir. Já. Og þeir réðu mig inn í fyrirtækið til að taka að mér einmitt svona markasmál. Og þau markasmál datt okkur í huga að gera í gegnum kennslu. Já. Svo ég tók að mér að kenna og hafði þennan vínskóla í fyrirtækinu og það bara var algjör sprenging. Þetta var við höfum varla undan. Þegar það fyrirtæki fór á hausinn og það var nú svo til í annað skipti sem þetta gerðist í mínu ferli, þá ákvað ég að halda áfram með þessa hugmynd og gera þetta bara á eigin vegum. Já. Og þetta var í janúar 2006. Já. Og eftirspurnin var bara gríðarleg. Tíma fyrsta árið, þá var ég með fleiri nemendur heldur en vínskólinn í Bordeaux sem á vegum framleiðendasamtakanna. Ó. Það hefur breyst af vísu, en þú veist, ég var í desember, ég var með 100 manns á námskeiði á einni viku. Já. Og fyrir svona skóla, þetta er mjög góður árangur og mjög gleðilegt að sjá að það sé hægt að miðla þekkingu menningu sem í kringum vínin. Já. Og þú veist, og horfa á vín sem annað en vímuefni. Já, og hættulegt að það er alltaf best að þekkja það sem gæti verið einmitt óvin þinn líka. Og það hefur gengið líka skilaböðin af að skila sér mjög vel. Já. Kunna Íslendingar að drekka vín? Já, ég myndi segja það. Já. Já, ég myndi segja það og það hefur frá upphafi verið svona svolítið feimni í kringum það sem eðlilegt er og þetta er ekki bara íslenskt, þetta var á Norrlöndum og ég hafði einmitt tækifæri til að átta mig á þessu þegar ég var í bæði Danmörku og Noregi. Þú veist, Danmörk er svona 15 ár á undan okkur. Já, Noregur er 10 ár undan okkur. Já. 10 ár undan okkur. Já. En Íslendingar eru mjög fljótir að bæði tileinkar sér, læra og þú veist, að vera svona forvitin og svona og já, það hefur bara gjörbreyst, finnst mér á þessum árum. Já. Algjörlega. Ertu þá að flytja inn vín líka eða? Nei, það ger ég ekki. Ég gerði það í 2 ár og ég leit aðra þetta vegna þess að þetta er í það fyrsta, þetta er ekki einsmanns vinna sko. Já. Þú hefur ekkert upp úr því. Nei. Og líka heita ég vil heldur eins og nánast í öllu sem ég er að gera sko, ég vil heldur hafa víða yfirsýn. Já. Heldur en að þrengja mig inn í eitthvað eins og að selja eina ákveðna tegund af víni sem er ekki endilega það besta í heiminum og segja að það sé það besta í heiminum. Já, einmitt. Svoleiðis að ég vil heldur velja að því sem til er á markaðinum og segja þetta ég er óháð, þetta finnst mér persónlega en ég ger ekkert mjög mikið af því þannig. En hvað er það sem að gerir gott vín gott?
þín smekkur. Já, svoleiðis. Þannig að það bara einstaklings... Þetta er mjög einstaklingsbundið, það er það. Og hérna kröfurna sem ég persónulega geri til vínsins, þannig að mér finnst þetta hérna gott fyrir mín smekk, það að það sé ekki búið að fikta of mikið í víninu. Að það sé ekki iðnaðarvín sem er búið að leiðrétta og með alls konar hérna aukefni og svona, svo það sé eins frá ári til árs. Ég vil heldur hérna vínbóndavín sem breytist alveg frá ári til árs og sem, þolir hérna slæmt veður hérna eitt sumar og bara frábært ár hérna þar á eftir. Svo þetta er innkrafa hérna sem ég geri og svo innkrafan að hérna það sé vandlega unnið. Að þú veist að hérna vínið sem segist vera úr þessari þrúgu að það hafi einkenni frá þrúinni, að það sé ekkert verið að apa eftir einhverju öðru, að það sé svona persónuleiki í víninu með þessu móti. Og svo eftir það það bara algjörlega smekkur manna. Já. Algjörlega. En hérna er skólinn fyrir fólk á öllum aldri eða er aldurstakmark eða sko lágmarksaldur? Já, lágmarksaldur hérna höfum við alveg bara 20 ára þú veist eins og hérna alls þar hérna neyslu á víni og svona og ég passa svolítið mikið vel upp á þetta. En það nú líka hérna krakkar undir 20 hafa engan áhuga á þessu móti sko. Það ekki fyrir en þau eru komin í háskóla og svona sem áhugin kemur. Já. Þetta svona líka svolítið samfélagslegt. Já. Þú veist að vaksa upp úr hérna bjórdrykkjunni til dæmis. Er fólk semst á svona miðumaldri sem að kemur frekar á námskeiðinu? Já, ég myndi segja það. Hérna 30 og upp úr. Já. En hvað er þetta bara smökkun eða hvernig fer svona skólastarfi fram? Hvað það að kenna á námskeið? Sko þetta byggist auðvitað á smökkun vegna þess að vín auðvitað, þetta landbúnaðarafurð, það má ekki glemma því. Og ég vil halda mig við það, sko, þess vegna ger ég mun á milli iðnaðar og landbúnaðarafurð. En hérna það að útskýra sem sagt það sem í kringum hérna vínið og útskýra menningarþáttinn í hérna þessari vínframleiðslu af hverju vínið frá Medoc í Bordeaux öðruvísi en það sem hérna hinum megin við ána og af hverju vín frá Ástralíu öðruvísi en vín frá Suður-Afríku til dæmis og svo framvegis og hérna svo hérna smakkað en það sem hefur hérna verið vinsælast hérna upp á síðkastið sem mjög eðlilegt og það hérna það að þú veist að para saman vín og mat sem sagt að vegna þess að þú veist vínið á matarborðinu svo þú ert alltaf að reyna að finna vín sem þér finnst gott með mat sem þér finnst gott yfirleitt gengur þetta en það getur hérna klikkað og þú þarf líka að fá nýjar hugmyndir þú veist hvað ekki endilega að segja þetta skal vera með þessu að segja að þetta vín hefur þessi einkenni maturinn hefur þessi einkenni hvað leitum við að á milli og við höfum gert hérna mikið af námskeiðum hérna í ostabúðinni vegna þess að það þarf að fá hérna matreiðslumann sem svolítið lípur á móti og hefur alveg skynjun á hérna hvernig vínið getur gengið og svona svoleiðis að hérna við höfum tekið þema ítalskt, Pinot Noir tapas og allt mögulegt. Já. En vínber og rauðvín, passa það saman? Það gerir það ekki. Ég fannst það sem fyndið. Já, því að yfirleitt þá maður með vínber og osta og svo rauðvín og svo það bara hræðilegt saman. Þetta alveg hræðilegt, sko. Þetta hérna, ég segi þetta alltaf, þú veist, á námskeiðunum þegar ég einmitt svona mat og vín saman, að setja bara plastvínber og ostabakka. Já, svoleiðis, bara skraut. Bara skraut, vegna þess að það engin aðra tilgangur með að hafa vínber hérna með ostunum. En hvaðan kemur þetta? Er þetta sér íslenskt eða? Þetta sér íslenskt. Ég hef ekkert séð þetta neins staðar annars staðar. Það ekki til í Þýskalandi
það mætti halda að það sé til í löndum þar sem hérna ekki framleitt vín, en það hvergi til í Skandinavíu, svo ég hef ekki hugmynd hver kom með þetta hérna heima, sko. Já, en nú við þurfum að taka okkur auglýsingahlé núna, svo höldum við áfram með fleiri verkefni sem að þú ert að fá auglýsingar núna. Inkasso hjálpar viðskiptavinum sínum að halda hreinu borði og ná árangri í innheimtu á fagmannlegan og gagnsæjan hátt. Inkasso. Mínir menn, veisluþjónusta Magnúsar Inga Magnússonar, matreiðslumeistara á sjávarbarnum, hefur langa og farsæla reynslu á því að sjá fermingaveislur. Áhersla er lögð á klassísk hlaðborð þar sem gæðin í fyrirrúmi og verðið stenst allan samanburð. Veisluþjónustan Mínir menn og sjávarbarinn. Mjúkar línur er ný vefverslun fyrir stærðir 14 til 36. Skoðaðu úrvalið á mjúkarlínur.is. Falleg föt, hagstætt verð, þín stærð. Mjúkar línur. Komið sæl aftur, þetta er þáttur Frumkvöðlar og hjá mér er Dominik frá Vínskólanum og þú gerir nú margt annað heldur en bara vera með Vínskólan. Já. Segðu mig frá fleiri verkefnum sem að þú ert með. Já, það er eitt hérna hjartansverkefni sem ég er búin að vinna að sem sagt í 10 ár og hérna sem er slow food. Og þetta er eitthvað sem að byggir þú veist á lengri tíma og þetta eru skilaboð sem maður þarf að svona koma svona reglulega á framfæri. Og hérna slow food eru bara heims hérna samtök sem voru stofnuð í hérna á Ítalíu í 89 og á Ítalíu og í Fraklandi reyndar með svona manifesto eða stefnu yfirlýsingu og þessi yfirlýsingum stendur hérna í rauninni fyrir grunni af hérna nordisk með sem sagt nýja norræna eldhúsið. 2004 hérna var Carlo Petrin frá Slow Food í Danmörku með reynirecepti og allir hérna sem stofnuðu hérna þetta hugtak nýja norræna eldhúsið. Hérna slow food, er það eitthvað svona til höfus fast food eða þú veist skyndibita eða er þetta svona? Já, upphaflega var það hérna Einu megin á Vogaskólinni. Já, akkurat. Þetta er snildar hugtak, þú veist, að taka þetta heiti slow food. Vegna þess að þú ert ekkert hlutlaus þegar þú heyrir þetta. Þú ferð einmitt að hugsa þetta. Er þetta andstæða við hérna skyndibita? Og það var það, upphaflega var það hérna í bænum hérna Bra í Piemonte, það sem Carlo Petrini sem er formaður í dag hérna býr. Hérna þetta var svona típiskur ítalskur bær, þú veist, lítil veitingahús og allt gekk sín gang og þangað til að McDonald's kom. Enginn bað McDonald's að koma. Enginn hafði áhuga að fá McDonald's. Og þessi skyndibita ómenning í rauninni kom þar sem hún var gjörsamlega óvelkomin og þá tókum inn kipp og stofnuðu sem sagt að þetta var ekki inn í staðurinn. Þetta var mæting McDonald's, Bra og Carlo Petrini. Og þá tókum inn kipp og stofnuðu sem sagt slow food í upphafi hérna sem viðbragð við skyndibita ómenninga vil ég segja. En þetta hefur auðvitað hérna þroskast og þróast mikið á 20 árum og slow food var upphaflega kannski meira einblínt á þú veist að borða góðan mat, að borða hérna matinn sem maður vanur að borða hérna á sínum stað en í dag það komið mikið meira pólitík í þessu og Carlo Petrini segir þetta sjálfur og hann var til dæmis tilnefndur sem einn af 10 áhrifamestu hérna mönnum í heiminum af Time magazine sko í hittifyrra 2010. Svo að þetta segir alveg hvert hérna er að fara en þetta eru grasrótarsamtök. Þetta er hérna það sem við öll þú veist hérna erum að berjast fyrir svo að
það sem matur, með menningarígildi og eitthvað annað en bara verðmiði, að þetta sé til og þetta sé hægt að láta lífið áfram yfir á næsta kynslóð. Ef þú bara með, það eru til góðir hamborgarar, en ef þú bara með þessa verksmiðju framleidda hamborgara, með kjöt sem ekki kjöt, með brauð sem ekki brauð, þú veist, það fyrsta hefur það áhrif á heilsu, en það ekki kannski endilega aðalatriðið. Aðalatriðið að þessi matur ekki matur. Nei. Og það getur alveg gengið frá venjulegu hakki. Við sjáum þetta hér. Þú veist, ef þú keyptir hakk fyrir ári síðan eða 1,5 ári síðan, þá var þetta bara nautahakk, ungnautahakk. Núna þetta ungnautahakk með trefjum, því það var ekki merkt. Og það við hliðina ungnautahakk 100% kjöt. Hvor velur? Já, einmitt. Hvað borgarðu fyrir? Borgarðu fyrir vatnið sem bætist við? Eða borgarðu fyrir kjötið? Svo það svo margt sem Slow Food hefur tekið að sér. Já. Og á þetta vaxandi fylgi svona innan bara almennt innan í heiminum, Slow Food. Já, það það. Og það mikið til dæmis Þýskaland, í Bandaríkjunum, í Þýskalandi, á Norðurlöndum. Við erum nýbúin að stofna Slow Food í Norden, sem sagt, á Norðurlöndum. Og svo líka, til dæmis í Afríku. Það sem í rauninni hættan alveg við dyrnar vegna þess að allt sem hefur verið gert þar hefur stemt að því að fá Vesturlanda fyrirtækin til að selja sem mest í Afríku, með þeim afleiðingum að menn geta þar ekki lengur ræktað eiginmat til að brauðfæða sig. Og þá verið að koma með nýjar hugmyndir að nota þá erfðabreyttar erfðabreytt matvæli eða kannski frekar sáðkorn. En það kemur þeim ekki að gagni, það kemur þeim að gagni sem eru að framleiða þetta. Þetta eru vísindamennirnir í hvítum sloppum í hátækni rannsóknarstofum sem fá milljónir á mánuði til að þróa þetta. Hver getur keypt þetta í hinum undanum? Enginn. Svoleiðis að það eru aðrar leiðir sem hægt að fara. Og það þetta sem einmitt Slow Food stendur fyrir og það verður að vera mjög, og það mjög greinilegt og þetta öll löndin og ég var að fundi í Kaupmannahöfn helgina og þar allir voru formenn fyrir í sínu landi sem sagt og allir voru á sama tíma formenn fyrir baráttuhóp gegn erfðabreyttum lífeyri. Vaxandi svona andstæða við það? Það allan heim. Þetta ekki sér fyrirbæri hjá Slow Food. Slow Food slagorðin fyrir Slow Food að maturinn á að vera good, fair and clean. Sagt góður, hann á að vera hreinn ómengaður og hann á að vera sanngjarn fyrir þann sem framleiðir og fyrir þann sem kaupir. Já, einmitt. En svona hvaða möguleika hefur Ísland svona í nánustu framtíð í sambandi við matvælaframleiðslu? Það þú veist, ef menn fara að hugsa aðeins annað en að græða peninga á hvaða hugmynd sem það mjög miklu möguleikar og þetta, ég las daginn mjög skemmtilega grein þarna í Bændablaðinu eftir Guðrúnu Sæmundsdóttur þar sem hún kemur akkurat með þessar hugmyndir gróðurhús og dregur þessu sagt að þessi grasrótin sem að vinna í þessu og vinna í matvæla og grænmetisframleiðslu sem í dag hún fín en hún samt nokkuð afmörkuð. Af hverju byrja á því að vera með rísa gróðurhús til að flytja út? Ef við ekki að byrja á því að hugsa það sem við þurfum í staðinn fyrir að flytja þetta til landsins. Flutningurinn það sem kostnaða mest. Svo þetta þessar hugmyndir að spretta allstaðar.
við vorum í þessu samleiðni verkefni sjálfbærni á Íslandi. Já. Og þú veist þetta spurning að finna hvar eru hindranir. Vegna þess að það var ekkert sem var óyfirstíglegt þarna. Það var allt hægt að breyta, en það sem var kannski erfiðast, það var akkurat afstaða fólks og þú veist að vilja skjóta gróður í staðinn fyrir að sjá þó að það sé bara 5 ár fram í tíma. Þú veist að fjárfesta fyrir framtíðina, við augum öll börn, hvort að þú veist við séum að græða alveg á fingur og þá núna og tapa bara eftir ár. Já. Við öll börn og öll þau börn, þau verða að geta lífað á Íslandi. Þannig að heldur að við Íslendingar geti ræktað vínvið í gróðurhúsum? Já, það þegar gert, en aftur á móti það margt í þessu sem ég hef ekki beint mikla trú að því að það sé hægt að búa til vín úr þessu vegna þess að vín þú veist, þetta tjáning af ákveðnu vistkerfi. Það jarðvegur, það loftslagið og allt hefur áhrif. Þú veist, það ekki bara ljóslampi sem það sólin og svo framvegis. Svo margt annað. Já, en það svo margt annað sem hægt að gera. En tíminn hlaupinn frá okkur, eitthvað svona sem þú vilt segja að lokum? Já, ég vil bara biðja allavega að hugsa sjálfbært og á öllu liti byrja bara heima hjá sér. En líka að taka saman við næsta nágranna og safna eins og það kannski ekki góð samlíkin, en eins og grasróta miðstöðin var verið að safna alla þessar hreyfingar sem eru í grasrótinni. Við verðum að gera þetta líka í sambandi við það sem ræktun, matvælaframleiðslu og allt þetta. Og það mjög margt og mjög flott fólk á bakvið þetta alls saman, bara sameinast. Takk fyrir að koma í þáttinn. Takk, Dominik, og gangi nú vel með bæði Slow Food og Vínskólann. Og ég hvet náttúrulega ykkur áheyrendur að kíkja á vínskólan.is, eða ekki? Já. Og ég þakka fyrir í kvöld og við sjáumst í næstu viku. Takk fyrir. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper